Komið blessuð og sæl og verið hjartanlega velkomin á þennan þriðja viðburð í viðburðaröð Háskóla Íslands og Sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands loftslagsmál og rannsóknir. Ég heiti Hafdís Hanna Egilsdóttir og forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands og mun stýra þessum fjarfundi. Fundurinn jafnframt tekinn upp og verður aðgengilegur á vefsíðu Sjálfbærnistofnunar innan skamms, þannig að þið getið fylgst með því. Markmið þessara viðburðaraðar að skapa vettvang fyrir upplýsta umræðu loftslagsrannsóknir og hlutverk þeirra í stefnumótun og ákvarðanatöku og við leggjum sérstaka áherslu á samtal á milli vísindafólks sem og á milli fræðasamfélags, stjórnsýslu, almennings og atvinnulífs. Og þetta síðasti viðburðurinn fyrir sumarfrí, en við munum svo halda áfram í haust og munum þá senda út tilkynningar næstu viðburði. Og ef að þið viljið skrá ykkur á póstlistan okkar og fá boð næstu viðburði, þá ætla ég hérna að deila með ykkur skal ég segja QR-kóðanum. Það svona, við getum séð þetta. Þið sjáu þetta núna. Þetta sem sagt skráning á póstlistan okkar og þá fáið þið í rauninni beint inn í pósthólfið ykkar upplýsingar næstu fundi. Þannig að endilega takið mynd af þessu. En á þessu sinni ætlum við að ræða heilsu og loftslagsmál. Þetta eru sem sagt málefni sem tengjast á margvíslegan hátt enda hafa loftslagsbreytingar áhrif á lífsgæði, heilsu og velferð fólks, bæði núna og til framtíðar. Og við höfum fengið til okkar afar góða gesti. Það Bryndís Eva Birgisdóttir, prófessor við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands og Hjalti Már Björnsson, formaður félagslækna gegn umhverfisvá. Og Hjalti ætlar að byrja að tala og deila sínum glærum og svo mun Bryndís koma á eftir honum og flytja sitt erindi. Og ég ætla að biðja ykkur að endilega huga að spurningum og setja þær inn í spjallið og svo þegar þau eru bæði búin að ljúka sínu máli og halda sín erindi þá mun ég bera spurningar upp og getur fengið svörin þeim spurningum sem þeir eru búin að setja í spjallið og svo í lokin við verðum til klukkan 1 þá getum við líka haft svona opið samtal og þið getið komið þá í mynd í lokin ef tími gefst til. Þannig að Hjalti, gjörðu svo vel. Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér á þessa áhugaverðu fundaröð. Ég ætla að tala aðeins heilsu og loftslagsmál og kem að þessu svolítið sem læknir. En núna erum við náttúrulega læknar yfirleitt að fást við hátækni hlutina hérna á Landspítalanum. En ég vil oft svolítið benda læknastéttinni á að við erum auka aðilar í að halda þjóðinni heilbrigðri. Við gætum sennilega lokað öllum Landspítalanum á hátækni þjónustunni og það myndi hafa hverfandi áhrif á meðallífslíkur eða heilsu þjóðarinnar. Meðan ef við lokum sundlaugunum, íþróttahreyfingunni og heilsugæslunni, þá myndi það hafa mikil áhrif á heilsuna okkar. Þetta vel þekkt frá öðrum löndum eftir því sem ef við erum búin að borga fyrir grunnheilsugæslu þá getum við fengið lífslíkur á heilsu þjóðarinnar. En ef maður fer bandarísku leiðina að setja mikla peninga í rándýra flókna þjónustu, þá erum við ekki að bæta heilsuna. Og til dæmis við tökum í söguna með berkla sem voru gríðarlegt vandamál í heiminum en sem betur verið víðast hvar náðst mjög mikið niður, þá getur læknastéttin ekki þakka sér beinlínis fyrir það að miklu leyti. Vegna þess að það eru lýðheilsumálin, betri íbúðir og fleira sem hafði mikil áhrif á þetta. Og ég vil svolítið halda á lofti minningu Guðmundanna lækna hér sem voru á síðustu öld, sem börðust mjög mikið fyrir bættri heilsu almennings og töldu að læknar ættu að lækna þjóðarlíkamann en ekki bara einstaklinga. Hér má minnast á Guðmund Hannesson sem skrifaði bókina skipulag bæja sem svo endurútgefin
og var víst hugmyndafræðingur á bak við verkamannabústaðina við Hringbraut og fleira. Og svo Guðmund Björnsson sem þurfti að takast á við taugaveiki faraldur í Reykjavík árið 1906 til 7 sem var rakinn til Móakots lindar þarna í Skuggahverfinu á horni Vatnsstígs og Lindargötu. Og það talið að það hafi 100. hver íbúi Reykjavíkur látist úr þessum faraldri. Og hann fór í að berjast fyrir vatnsveitu og tókst þar með að bæta heilsufar borgarbúa verulega. En við erum að rifja þetta upp því að í dag erum við að fást við aðrar ógnir en samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni núna loftmengun og hamfarahlýnun jarðar helsta ógnin við lýðheilsu mannkynsins. Og þetta eitthvað sem að mér finnst vera það stórt mál að við læknar ættum aðeins að taka þátt í umræðunni. Og auðvitað þetta fyrst og fremst að gerast í öðrum heimshlutum í dag, en í dag áætlað að fjórðungur dauðsfalla séu tengdir umhverfisþáttunum. Og við vitum það að það má búast við því að á næstu árum og áratugum verði verulega mikil aukning á dauðsföllum úr smitsjúkdómum og síðan út frá loftmengun. Það verður hungursneyð, flóttamannavandi og fleira sem kemur inn í þetta sem við þurfum að takast á við. Og hér svona fyrsta atriði sem ég svolítið benda á hér að við þekkjum öll einhvern sem orðið fyrir heilablóðfalli og kransæðastíflu eða öðrum hjarta- og æðasjúkdómum. En fólk áttar sig ekki alltaf á því að þetta bein afleiðing af loftmengun. Að það hefur tekið svolítið flóknari vísindarannsóknir til að sýna fram á þetta en á síðustu 10-15 árum höfum við fengið mjög vandaðar nákvæmar rannsóknir sem að staðfesta það yfir nokkurn vafa að það sé tengsl á milli loftmengunar og þessum sjúkdómum. Og ég tek nánast á hverjum degi á móti einstaklingi með heilablóðfall eða kransæðastíflu. Fólk tengir þetta við reykingar, hreyfingarleysi og aðra þætti en fólk ekki alltaf að tengja þetta saman við að þetta kannski bein afleiðing af bílaumferðinni. Og það talið í dag að þetta sé kannski fjórðungur, þriðjungur af þessum tilfellum. Þetta náttúrulega erfitt að fá nákvæmari tölu fyrir litla Ísland en þetta virðist vera stórt vandamál. Þannig að við í Félagi lækna gegn umhverfisvá höfum verið að reyna að berjast kröftuglega fyrir því að við séum að keyra minna. Við minnum á það að hérna mynd frá Reykjavík þar sem að borgin var þakin í kolareik sem var þá heilsuspillandi. Vandamál sem þurfti að takast á við og var leyst með vatnsveitunni. En í dag erum við að fást við að það bókstaflega óheilbrigt að anda að sér loftinu í borginni sem að ekki ásættanlegt mál. Margir náttúrulega halda að rafmagnsbílarnir séu lausnin en við vitum það sennilega flest á þessum fundi að þeir eru með minna kolefnisspor heldur en bensínbílarnir en það samt helmingurinn. En svo meira vandamálið að þeir eru með verulega mikla losun af dekkjaögnum, malbiki og öðru sem í svifryki. Og það áætlað að hver ekinn kílómetri losi 50 mg af eitruðum ögnum eða 1 kíló á ári á hvern bíl sem að valda okkur heilsutjóni og ég vil meina að við höfum verið að leggja mikla áherslu á að draga úr bílaumferð í Reykjavík. En ég ferðast fyrst og fremst hjólandi borgina og 15 mínútur kemst maður merkilega mikið á hjóli en við höfum svolítið gleymt landsbyggðinni. Þar sem það myndast veruleg mengun í vetrarstillunum á Akureyri. Þrátt fyrir að það sé borg sem væri hægt að komast andan á milli á 15 mínútum og út á landi víðarlega keyrt ofboðslega mikið innan bæjar stuttar vegalengdir. En þetta eru svo margþættir hlutir sem að koma inn í ef að við getum náð að minnka aksturinn. Því ekki bara getum við haft áhrif á hamfarahlýnun jarðar, heldur veldur akstur líka einhverjum tugum ótímabæra dauðsfalla á Íslandi, þó að sé erfitt að gefa nákvæma tölu. Við erum að fást við alvarlega bílslys, banaslys og alvarlega áverka og svo má ekki gleyma því líka hvað ofboðslega neikvæð félagsleg áhrif af einangrun sem að fylgir dreifðari byggðum og bílaáherslunum. Og síðan þetta þessar leyndu afleiðingar hreyfingarleysis sem að birtast í offitu, sykursýki, þunglyndi, stoðkerfisvandamálum og hjarta- og æðasjúkdómum.
Þannig að bíllinn vanmetið hvað hann ofboðslegt heilsuspillandi vandamál á Íslandi sem við þurfum einhvern veginn að stíga fastar til jarðar með að minnka áhersluna á að keyra á bíl hérna innanlands. Aðeins hitabeltissjúkdóma sem kannski stóri hlutinn í áhyggjum af hlýnun jarðar. Þess að við vitum að það mun verða breytt útbreiðsla af þeim. Það því miður reyndar þannig að maður talar íslenska lækna þá margir þeirra hálfbúnir að fletta yfir þessa kafla í bókunum því að það sennilega leitun á læknasamfélagi sem að kann minna í hitabeltissjúkdómum heldur en við hér upp á landinu. En það samt orðin vaxandi áhyggjur það að hitabeltissjúkdómar gætu orðið landlægir í Evrópu. Að vegna hlýnun jarðar þá að koma með breytt dreifing á moskítóflugunum og þar með meiri hætta á að komi smitsjúkdómar á okkar svæði. Það núna komnar landlægar moskítóflugur í sunnanverðri Evrópu og teygja sig upp í Mið-Evrópu. Og margir hafa haft áhyggjur af því að við vitum að malaría var vel þekkt vandamál norður í suðurhluta Svíþjóðar og jafnvel suðurhluta Finnlands hér á árum áður. Og ýmsir hafa verið að spyrja hvort að það sé hætta á að malaría sé að koma til Íslands en svarið við því tiltölulega einfalt, hún mun sennilega aldrei verða landlægt vandamál á Íslandi eða Norður-Evrópu. Og ástæðan fyrir því að meðgöngutíminn tiltölulega langur. Og fólk var yfirleitt mikil einkenni og það þetta meðhöndlaða og þarna sjáum við í smitstuðlunum sem við þekkjum svolítið úr COVID-tímabilinum að þó að það komi malaríu tilfelli í Norður-Evrópu þar sem jafnvel komnar flugur sem að gætu borið á milli að þá svo litla líkur á viðkomandi smiti einhvern annan áður en að næst að meðhöndla og stöðva keðjuverkunina. Þannig að það mun sennilega ekki verða neitt faraldur af malaríu eða landlægt í Mið- og Norður-Evrópu. Það hins vegar annað vandamál með þessa sjúkdóma, Zika, dengue og chikungunya, eða dengue sem heitir beinbrunasótt á íslensku. Að þetta hitabeltissjúkdómar sem vel þekkt vandamál í hitabeltinu. Allir valda svona svolítið svipuðum einkennum yfirleitt með hita. En svo geta verið roði í augum, liðverkir, höfuðverkir, blæðingar og jafnvel mögulega lost og lífshættulegt. En sjaldnast verður þetta lífshættulegt með stuðningsmeðferð en geta verið umtalsvert heilsuvandamál. Og sérstaklega hefur verið vandamál með Zika og áhyggjur af fósturskaða sem hefur komið umtalsvert í Bandaríkjunum. En þetta sjúkdómar sem að við getum búist við að við förum að sjá í Evrópu þegar byrjað. Vegna þess að það komnar þessar moskítóflugur sem að bera þessa sjúkdóma eins og beinbrunasóttina. Og þær hafa verið að berast hér þó að þetta sé fyrst og fremst í hitabeltinu sem fólk að smitast af þessu í dag. Að þá getur verið að einhver komi með úr ferðalagi með beinbrunasótt eða Zika eða chikungunya með sér. Fá einkenni í Evrópu, þar sem að flugurnar en séu síðan á þeim tímabili bitin af þessum moskítóflugum og berist þar með smitið áfram í fleiri. Og þess vegna þetta raunverulega, bæði fræðilega og raunverulega hætta að þessi sjúkdómar geta farið að berast á milli landa. Og við vitum það í dag að þessar invasífu moskítóflugur komnar býsna langt í Evrópu. Og það hefur verið svona brandari í hópi smitsjúkdómalækna að þeir mæla ekki með ferðalögum mikið sunnar en Danmörk af hættu á hitabeltissjúkdómum. En það eiginlega að verða raunverulegt að það komin smit af þessum sjúkdómum jafnvel upp í Frakkland og Þýskaland. Og svo heyrðum við náttúrulega þessar fréttir hérna í fyrra að vera komnar moskítóflugur til Íslands. Þannig að það ekki komin staðfest smit innanlands og við vitum af þessum sjúkdómum. En í Evrópu komin verulega mikil aukning síðustu árin af beinbrunasóttinni og það fyrirséð að þetta mun verða meira vandamál á næstu árum og áratugum. Nú varðandi heilbrigðismálin að þá miklar áhyggjur af flóttamannavandanum sem mun fyrirsjáanlega koma vegna hungursneyðar.
og það eru margir sem hafa áhyggjur af komu flóttamanna til Íslands, fyrir utan áhyggjur af vellíðan þessu fólks annars staðar. Og þetta fyrirséð að muni hafa verulega áhrif á lýðheilsu og líka lýðræði og frið í heiminum. Ég lít svolítið á að kynslóð langafa og langömmu þurfti að takast á við fátækt og örbirgð í torfkofunum. Kynslóð afa og ömmu þurfti að takast á við nasismann, kynslóð foreldra minna og kannski einhver leyti mín kynslóð ólst upp við kjarnorkuógnina. En í dag erum við að fást við aðrar ógnir með plastmengun og svo hlýnun jarðar. En það sem hefur svolítið breyst núna finnst mér vera þessi upplýsingaóreiða þar sem að við vitum að vísindin eru búin að benda á það í 100 ára að hlýnun jarðar af mannavöldum. En samt erum við að fást við einhvers konar bergmálshella þar sem að fólk ekkert alveg að hlusta eða tala saman þetta. Og ég lít svo á að við sem háskólasamfélag ættum að gefa bara hreinlega rangt svar ef einhver myndi halda fram á prófi í háskólanum að hlýnun jarðar væri ekki af mannavöldum. Þetta bara vísindaleg staðreynd, en því miður erum við föst í einhverjum bergmálshellum og þessi skilaboð hafa ekkert komist almennilega til almennings og virðist vera líka munur á milli pólitískum skoðunum eins undarlegt og það Það sem að fólk sem vinstri megin í litrófinu virðist meira hafa áhyggjur af umhverfismálum heldur en þeir sem eru hægra megin. Nú, bara til þess aðeins að enda þessu umræðu þá hef ég verið að reyna að benda á svolítið leiðir til þess að stíga út fyrir þennan ramma. Mig grunar að allt sem að hlusta á þetta erindi hérna í dag séu sannfærð mikilvæg umhverfismála. Við erum kannski í einhverja eigin bergmálshelli. Við þurfum einhvern veginn að hugsa út leiðir til þess að ná til hinna sem eru ekki þarna inni. Og þá hef ég oft hugsað til Kárahnjúkavirkjunar vegna þess að allir umhverfisverndarsinnar voru að berjast gegn þessu, en það tókst ekki og því miður var þarna þessu ómælda víðerni sökkt og eyðilagt í þessari hryllilegu framkvæmd. En þetta hafði líka önnur áhrif vegna þess að þetta olli innflytjendastraumi til Íslands, sem að mínu mati hefur bara bætt samfélagið, en það eru aðilar á Íslandi sem hafa miklar áhyggjur af því að þessu komin of margir innflytjendur. Og þarna vil ég meina að það hafi kannski verið svolítið vanmetið tækifæri til þess að sameina fólk sem að gat verið á móti þessari framkvæmd af ólíkum ástæðum til þess að reyna að koma í veg fyrir hana. Og þarna hef ég verið svolítið að reyna að benda á hvað getur sameina fólk með ólíkar skoðanir. Ef við getum samfært fólk að þú keyrir minna, þá erum við ekki bara að bjarga gróðrinum í Afríku og hlýnun jarðar, heldur við erum líka að fækka heilablóðföllum. Við fljúgum sjaldnar til útlanda, þá kannski koma færri flóttamenn til Íslands. Það eru kannski hugsanlega einhverjir sem hafa ekki áhyggjur af hlýnun jarðar hvað okkur varðar, en þykir þetta skipta máli með flóttamenn sem myndu mögulega hlusta á þessi rök. Við borðum minna af kjöti, þá kannski koma síður hitabeltissjúkdómar til Íslands. Og ef við minnum eldri kynslóðina á að ef þið vilja fá barnabörn, þá þurfum við að hugsa meira umhverfismálin og nota minna hormónaraskandi plasti. Ég með svona 70 glæri viðbót og gæti talað hérna í allan dag, en ég held að svona að virðingu við tímann þá látum við þetta bara gott heita hérna í bili, en ég get þá svara spurningum ef eitthvað eða bæti við kannski umræðutímanum á eftir. Takk. Takk kærlega Hjalti fyrir mjög áhugavert erindi. Ég vissum að það hefur verið góð umræða hérna eftir og alls konar spurningar og ég hvet ykkur eindregið til að setja inn spurningar inn í spjallið sem við getum farið yfir á eftir. En þá komið að henni Bryndísi Evu Birgisdóttur, prófessor við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands, sem ætlar að halda seinna erindi í dag. Gjörðu svo vel, Bryndís. Bryndís út á mute. Akkúrat. Heyrðu, þið sjáuð klærna núna, það ekki? Akkúrat. Jú, það sést nú allt, já, glæsilegt. Frábært.
Sæl verið þið og bestu þakkir fyrir boðið, Hafdís Hanna og samstarfsfólk og Bryndís heiti ég og er prófessor hérna við Háskólann. Titillinn á mínu erindi, ég var nú að reyna að tengja svolítið við Hjalta, ég held að það gangi bara ágætlega, en hann kemur alltaf því að sjaldan talað þetta allt, ljúffengan mat og lýðheilsu og loftslagsmál í sama vettvangi. En samt tengst þetta allt náttúrulega mjög sterkum böndum eins og ég ætla að fara yfir og ég vona að Skriðjöklar og Arnar Björnsson finnist þetta í lagi, ég noti setninguna úr laginu góða því hún speglar þetta ansi vel. Kannski bara þetta með að halda aðeins áfram með efni sem Hjalti nefndi hérna áðan, hitabelti, sjúkdóma, smitsjúkdóma sem að loftslagsbreytingar skáka til heiminn og að nýja slóðir. Auk þess kannski hvað við lærðum af COVID, en þar spilaði náttúrulega ónæmiskerfið lykil hlutverk. Í tengslum við þennan heimsfaraldur og í vinnu sem unnið var með British Medical Journal, Nutrition Prevention and Health, þar sem ég aðstoðarritstjóri, höfum við verið að horfa sérstaklega til næringar- og ónæmiskerfisins, en rannsóknir í næringarfræði fóru á mikið flug í COVID og þetta immunonutrition og ónæmisnæringarfræði dregið upp sem svið og við settum saman heilan greinabálk þetta. Því að náttúrulega ónæmiskerfið sem verndar okkur þá gegn skaðlegum örverum og sjúkdómum varð mjög miðlægt og það er auðvitað í dag, eins og ég er að benda á hér, að það er varla hægt að skoða ónæmiskerfi og næringu nema að horfa líka til þarmaflórunnar sem virðist vera einn lykilþáttur í því leikriti. Og þessi sýklísku áhrif á milli vannæringar og varna líkamans við sýkingum, þau eru náttúrulega mjög vel þekkt og oft þegar kemur að smitsjúkdómum hugsum við eitthvað önnur lönd og vannæringu þar eða til aldraðra og ekki meira, sem sagt að þetta komi öðrum ekki við, en við erum meira og meira farin að sjá að mataræði okkar í dag er farin að hafa þá ýmis neikvæð áhrif á bólguþætti og sem sagt tíðni sýkinga í okkar heimshluta líka. Hér er til dæmis verið að horfa til næringarefnanna og hvaða áhrif þau hafa og hver eru sérstaklega mikilvæg þegar kemur að virkni ónæmiskerfisins, þegar eitt vantar, fara alls konar nýju ferlar í gang og svo framvegis. Og það er alveg hægt að framkalla lyfjalík áhrif með mismunandi mataræði eins og í þessari crossover rannsókn til hægri, þar sem verið að bera saman bara alveg plöntufæði, veganfæði og ketogenic diet sem er þá þar sem þú notar bara nánast ekkert að lítið af kolvetnum og fer að nota fitu sem orkugjafa og ketonbótist og þessi mataræði hafa mjög mismunandi áhrif á ónæmiskerfið og á mismunandi hluta þess. Þannig að mataræði breytir innviðum okkar að einhver leyti að getur gert það. Hér er mynd í stíl við þetta sem sjónum er beint að áhrifaþáttum ónæmisheilsu, þáttum sem áhrif á ónæmissvörun getur við kannski sagt og náttúrulega er af ýmsum toga, sem sagt næringarefni, þarmaflóran, auðvitað bara bóluefni og annað. Og náttúrulega aðrir lífsstílsþættir sem ég kannski fer nú ekki mikið í hér en Hjalti myndist á líka. Philip Kalder sem hefur kannski okkar helsti alþjóðlegi sérfræðingur í immunonutrition, hann er reyndar staddur á Íslandi núna fyrir algjöra tilviljun, en hans rannsóknir gefa skýrt til kynna að lítið unnin næringaríkur matur hann eflir ónæmiskerfi og þá getuna til að takast á við ýmiss konar áföll. Og í kjölfar þessara greinaflokks þá var til þessi ritstjórnargrein þar sem lagt var til að næringarástand væri sá þáttur sem væri eðlilegast væri að horfa á til framtíðar að taka inn í alla þætti, öll lífsnauðsynleg orkuefni, vítamín, steinefni en líka bara mataræði almennt eins og ég ætla að fara í hérna eftir smá stund. Það almennt er oft erfitt að rannsaka mat því að þau áhrifin koma í ljós eftir svo langan tíma og fæðan er samofin ýmsum öðrum lífstíls- og félagslegum þáttum. Og svo er sumt sem er auðvelt að mæla eins og BMI og blóðþrýstingur og það er oft ójafnvægi í því hvað við leggjum áherslu á. Þannig við leggjum meira áherslu á þetta en það sem er erfiðara að mæla eins og þá næringarástand sem miðar þá að því bara velja frá degi til dags og langlífi án skorts og sjúkdóma, ákveðið jafnvægi. Ég held kannski líka að í lokin þá á þessum greinaflokki spurðum við hvort að næringarástand ætti ekki vera hluta undirbúningi fyrir næsta heimsfaraldur. Ég ætla nú ekki að nota langan tíma hér en hins vegar bara er næringarfræði svo mögnuð vísindagrein að því við vitum að með hverri máltíð að það flæða þúsundir mismunandi efna inn í líkamann og hafa áhrif á þúsundir mismunandi ferla alveg niður á frumustig og með nýrri tækni erum við meira og meira farin að skilja áhrif matvælina á líffræðilega virkni og bara þetta verður bara hvað er innihaldsefni í einu banan, það er oft þúsundir mismunandi efna í hverri máltíð. Þannig að í staðis að gera svo lyfjafræðingar að kanna verkun eins lífs í einu að þá erum við oft með dálítið mörg
Og svo reynum við að flokka og raða þessi efni og í eins og sum af þessum efnum eru þau sem hélt að einmitt að nefna áðan, sem eru þessi mengunarefni, en svo erum við efni sem myndast í matvælavinnslu eða við setjum þau í sjálf. Þegar við erum að búa til mat, við erum að gerja, það eru náttúrulega eiturefni, það eru náttúrulega þessi hefðbundnu þarna í fjólubláa, vítamín og steinefni, en svo eru þessi náttúrulegu svona ekki næringarefni sem eru bara svo ótrúlega áhugaverð í þessu samhengi öllu saman. Og svo peptíð, það er við ekki talað peptíð þessa dagana, en þau verða náttúrulega líka til þegar við bara borðum mat og áhrifin á mannslíkama, jafnvel ópíóiðlík peptíð í mat, sem geta myndast til dæmis við gerjun og sem þýðir að jógúrt getur haft allt önnur áhrif heldur en mjólk í líkamanum. Þannig að það er af ýmsum toga og margt sem þarf að rannsaka þegar kemur að mat. En hvernig eru svo allar þessar vísindarannsóknir nýttar og eitthvað til skemmtunar setti ég hérna mynd af forystumönnum nokkurra Norðurlanda að borða saman í eldhúsinu hjá Mette. Því að Norðurlöndin hafa unnið náið saman að mismunandi verkefnum, næringarráðleggingum, næringartengdum aðgerðum til að efla lýðheilsu og sjálfbærni og hefur Inga Þórsdóttir verið okkar helsti talsmaður þar langa hríð. Því að síðastliðin 40 ár hafa norrænar ráðleggingar mat og næringu verið gefnar út og í síðustu umferð sem var gefin út 23 tóku þátt 400 vísindamenn og skrifuðu tugir kerfisbundinna yfirlitsgreina bæði matvæli og næringarefni með heilsu manna sem aðalmarkmið, oft tenging sykursýki, hjartasjúkdóma, krabbamein og svo framvegis. Og niðurstaðan var að fæðutengdar ráðleggingar og ráðleggingar inntöku næringarefna fyrir almenning og einnig þá þannig að fæðutengdu ráðleggingarnar verði þannig að við getum fullnægt þessum þörfum fyrir vítamín og steinefni. Og svo mikilvægt að vita að allar þessar ráðleggingar miðast við algera, fólk sem borðar allan mat, kjöt og fisk og mat og plönturíkinu og allar ráðleggingar hvers samfélags byggja líka á bara hefðum og venjum. Og það er náttúrulega mjög fleiri efni í matnum, eins og ég sagði áðan, heldur vítamín og steinefni, heldur bara náttúrulega heilsusamleg hollefni sem við erum alltaf að læra meira sem við vitum að það er betra að hafa meira af en minna. Þau náttúrulega eru aðal í plönturíkinu og eru þarna talin upp einhver þeirra og verndar oft gegn áreiti sem getur reynst honum skeinu hætt og þá þessi tenging aftur við ýmsa sjúkdóma. Og hvað gerist þá? Jú, þessar norrænu ráðleggingar speglast þá í okkar ráðleggingum sem eru þessar nýju íslensku ráðleggingar og þið sjáum þarna njótum fjölbreytna fæðum áslöfum úr jurtaríkinu. Þetta er bara úr sama grunni. Þetta er bara, ég getur sagt, hvað þýðir þetta? Henta þessar ráðleggingar öllum, eiga allir þætti jafn mikið við hvern og einn og við getum eiginlega sagt bara alls ekki. Við erum öll mismunandi og mismunandi þarfir eins og ég ætla að ræða á eftir. En hópurinn í heild myndi færast nær, kannski lægri blóðþrýstingi, minni tíðni sjúkdóma og svo framvegis. Þannig að við erum ekki að tala sérsniðna næringu eða næringarmeðferð við sjúkdómum svo því sé haldið til haga. Eru þær fullkomnar? Nei, en þær eru að nota þá bestu vísindaþekkingu sem til í dag og það er nú kannski það besta sem við getum gert. Og svona til að tengja eftir ónæmisfræðina að þá og svo náttúrulega eru þessar ráðleggingar fyrirgefið, náttúrulega bara á öllum Norðurlöndum eru slíkar ráðleggingar gefnar út undir ýmsum merkjum með ýmsu lagi og móti og bara gaman að skoða það. En ónæmisfræði tengingi hér að þá er til dæmi þessi grein sem var á greinaflokknum okkar sem var mjög augljóst, þetta var 500.000 manns þetta tók þátt að mataræði ríkt að plöntuafurðum tengist minni áhættu og alvarleika COVID til dæmis. Og það er nánast sama hvaða heilsusamlega mataræði það svona hnika til aðeins á milli landa en það er bara alltaf, þau hafa alltaf vinninginn að það er sama hvaða skilgreiningu við notum og svona því að fólk heyrir svo oft þetta Miðjarðarhafsmataræði að hérna er skýrsla frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni sem leggur að jöfnu í raun þetta norræna mataræði og hérna Mediterranean mataræði með tilliti til heilsu. Það er bara fleiri rannsóknir gerðar á Mediterranean, þau eru fleiri. En þarna erum við með þessar fínu ráðleggingar mataræði, næring og annað og hvernig gengur það? Og þá getum við séð hér Landskrá mataræði fullorðinna Íslendinga, þetta voru 822 Íslendingar á aldrinum 18 til 80 ára, þetta er nýleg rannsókn og við sjáum kannski að þegar kemur að þessum plöntumiða mataræði og plönturíka eru kannski svona frekar langt í land, það er margt gott en það er líka stórir hópar sem
eru kannski ekki, eru langt frá því að fylgja þessum ráðleggingum í það minnsta. Og svo þarna síðast rautt kjöt, að þá hérna margir sem ná þá ekki þessari nýjustu ráðleggingu sem eru 350 grömm rauðkjöt á viku, að fara ekki yfir það sem eru samt 3 máltíðir það bil. Mér langaði bara að benda á hér að þó við séum að tala einhvers konar meðaltöl, að þá alveg ofsalega dreifing í öllu þessu, þannig að við getum sagt að með tímanum og það sjáum við að það hefur orðið meiri dreifing, hversu margir eru dreifing í því hversu margir eru að borða lítið af einhverju afurð eins og hér grænmeti og hversu margir eru að borða mikið, og þetta svona að því við sjáum þessa skiptingu í samfélaginu þá líka við hér. Síðan kannski með neysluna á rauðakjötinu, þar erum við náttúrulega dálítið há, þarna eru 2 rauðar línur á þessari mynd, önnur gömlu ráðleggingarnar á 2014 og hinar eru þá þessar nýju sem lækkuðu þá þessa hámarksinntöku á rauðu kjöti, meðal annars út frá loftslagsmálum, hugmyndum vegna áherslu á loftslagsmál í nýju ráðleggingunum. En þá sjáum við að það líka nokkuð Dreifingin mikil en það kannski ef við ætlum að fylgja þessu langt í land. Við sjáum líka í alþjóðlegum samantektum, hér sérstaklega fyrir Ísland, að glötuðum góðum að æfa árum að þeir þættir sem við getum helst bætt til að bæta heilsu landsmanna tengjast mataræði sem þarna efst á blaði. Og þegar þessi skiptu upp þá það helst skortur á heilkornum og svo þá þessi mikla kjötneysla. Og það fer ekkert á milli mála að mataræði hefur breyst. Einhver ykkar hafa séð þetta áður en seinna mataræði fyrir 4 eina viku árið 1900 og svo árið 2000. Það væri gaman að gera nýja mynd, því að hér vantar alla orkudrykki til dæmis. Því iðnaðingin hefur náttúrulega frábær og gefur okkur matvæla öryggi en lengri endingartíma en líka gríðarlegt magn af vörum sem sumir kannski erfitt að kalla matvæli að mörgu leyti. Og það þessi mikla aukning í gjörinu matvælum sem að hægt að skilgreina sem iðnaðarframleidd matvæli sem fari gegnum mörg vinnslu þrep, en svona þegar til þess kemur maður fyrir að skoða hvaða vörur þetta eru, það þetta yfirleitt mest sykraðir, ósykraðir drykkir, gos, snakk, kökur, keks og skyndinúðlur og slíkt og unnar kjötvörur. Og mörg þeirra hafa mjög litla næringu og svo við tengjum aftur við ónæmiskerfi að þá rannsóknir sem sýna að það veiki ónæmiskerfi og auki tilvist bólguþátta. Þannig að líffræðilegi ferillinn að bak við þetta, við höfum eftir að skoða hann og hann örugglega margþátta, en þetta allavega aðeins svo stór hluti af kannski mataræði okkar á Íslandi, því 44% af orkun okkar kom úr slíkum matvælum. Og eins og sjá það mikil dreifing, sjá það þarna vinstra megin, en það yngsta fólki sem að borða mest af slíkum matvælum. Þetta aftur þá landskönnun. Auðvitað þarf ekki að forðast öll þessi matvæli, en þetta bara eins með allt í næringarfræði, það þarf að finna jafnvægið. Og við erum í góðum félagskap hér, því hérna eru Bandaríkjamenn og Bretar á svipuðum slóðum. Og þá getum við kannski sagt 45% heildarorkunni fyrir geðin, kann ekki að þetta er steina doktorstöðu minn sem gerði þessa glæru. En þá getum við sagt bara fæðu umhverfið mjög stuttlega, bragði, akkur erum við að borða mikið af þessum vörum, það kostar minna, það eru bara oft erum við vön þessu bragði, við erum alin upp á þessu bragði, oft þarf ekki kælukeðju, það geymist vel, þessi normalisering á síðustu 50 árum að þessar vörur taka stærra og stærra hlut í búðunum. Það eru mjög áreitnar auglýsingar og þó auðvitað mjög sterkir kraftar sem vinna á móti bara val á heilsusamlegu mat að einhverju leyti og þetta ekki bara persónulegt val, kannski getum við sagt. En þetta var ljúffengimaturinn og lýðheilsan, ég ætla ekki að segja að þetta er ljúffengimaturinn, en í heildina að koma meira plöntubaseruðum mat að þá þurfum við að finna nýja leiðir til að koma honum inn. Og tek það aðeins í lokin. En snúum okkur á loftslagsmálinu, því að 2019 var í fyrsta sinn sett fram æskileg hlutdeild fæðukerfa af þolmörkum plánetunnar, eða þolmörk fæðukerfis á vegum Lancet nefndarinnar sem heimurinn hefur svolítið horft til síðustu ár og debattera mikið. Og að því að við ætlum að horfa á loftslagsáhrif matarins, þá zoomum við inn á loftslagsbreytingar og sjáum að
30% af heildarlosun gróðurhúsalofttegunda að koma úr fæðukerfinu og framleiðslu á matvælum. Hér mynd af gróðurhúsalofttegundum eftir mismunandi fæðutegundum og það sjáum við alltaf dýraafurðirnar með allra hæstu losunina, rauða kjötið og mjólkurkýrnar og mjólkin. Því að síðustu bara síðustu áratugi, kannski 2-3 áratugir, að þá náttúrulega fjöldinn allra vísindagreinum og sem bent á matvælalaiðnaðinn og þá sérstaklega hin mikla aukning í kjöt- og mjólkurneyslu á heimsvísu eftir því sem fleiri fara upp úr fátækt, sem náttúrulega frábært, að það eina ástæða aukins magns gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu og að sjálfsögðu þá byggt á fjölda vísindagreina og skýrslna. Og það var náttúrulega mjög ljóst frekar snemma að meira plöntufæði og minni dýraafurðir myndi geta haft áhrif bæði á heilsu og losun gróðurhúsalofttegunda. Þannig að allar norrænu fæðutengdu ráðleggingarnar sem við vorum að skoða áðan taka núna tillit til loftslagsmála þó að heilsan sé alltaf númer 1 og auki hlut plantna og dregur hlut dýraafurða að einhverju leyti, alltaf með heilsu að leiðarljósi. Þessi skýrslan hefur kannski vakið mesta athygli og hún var oft endurbirt en það voru engar breytingar á mataræði hér á milli ára frá 1925. Hins vegar getum við sagt að rautt kjöt og hámarksneyslan á Norðurlöndunum 2-3 skammtar og hérna 1 skammtur á viku. Það kannski helsti munurinn. Allt þetta í takt við annað sem í nýrri skýrslur og ákall til aðgerða tengt Íslandi gegnum formann Evrópsku nefndarinnar loftslagsmál og heilsu sem var Katrín Jakobsdóttir, þar sem þjóðir heims eru hvattar til að setja loftslagsmálin ofar á dagskrá og sérstaklega hér í þessari skýrslu lögð áhersla á fæðu og vatnsöryggi og mælt með því að skipta yfir í sjálfbært jurtaríkt matvæli. Og þá líka eftir að allir landbúnaðarstyrkir og annað sem verði færðir frá sjálfbærum starfsháttum yfir í lausnir sem vinna með loftslaginu einhverju leyti. Og að lokum þá langum að minnast á þessa rannsókn hér því árið 2021 fékk matvæla- og næringarfræðideild og Þórhallur og við hér í samvinnu við þjóðfræðinga og umhverfisfræðinga og fleirum á Íslandi styrk úr markáætlun samfélagslegar áskoranir frá Rannís til að gera meðal annars lífsfélagsgreiningar á íslenskum fæðukerfum í umsjón Ólafs Ögmundarsonar. Og hér hafa margir nema komið að þessu verki. Og við sjáum þetta sama mynstur og erlendis að rauðakjötið og mjólkin hefur mest við losunina. Verkefni Ragnhildar Guðmundsdóttur var svo að reikna kolefnisfótspor og landkönnu mataræði. Á þeim tíma var notast við erlenda gagnagrunna, en það var samt mjög snemma ljóst að umhverfisáhrif núverandi mataræðis á Íslandi eins og að rautt kjöt helmingur losunar gróðurhúsalofttegunda. Ragnhildur hélt svo áfram og reiknaði líka fótspor þeirra sem voru með mikla neyslu á kjöt og mjólk og bar saman við norrænar fæðuráðleggingar, svo sem Eat Lancet og það sem við minntist á áðan. Og eins og við sjáum hér að þó maður leiðréttir fyrir orku og þá alltaf greinilegt. Og þetta var í fyrsta sinn sem var tekið alveg tillit til umhverfissjónarmið við innleiðingu ráðleggingana. Að ef við gætum fært okkur í þessa átt að þá myndum við geta dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda. Steina hefur þá skrifið næsta skref og þá það ekki bara verið að rekna kolefnisfótspor heldur líka horft til landnotkunar, köfnunarefnis og fótsporsnotkunar og þá líka líffræðilegar fjölbreytni og það greinlegt að mataræði okkar eins og það í dag ef við horfum bara á hvernig einstaklinga við förum yfir þessi fæðukerfismörk Eat Lancet ansi hressilega. Þetta svo hópurinn af nemum sem við erum súper stolt af og hafa ýmist lokið doktorsprófinu eða sendið inn ritgerðirnar sínar og munu öll klára á næsta ári. Mjög fjölbreytt og þverfaglegt eins og við sjáum og algjör upptaktur á framtíðinni og virkilega skemmtilegt verkefni. Og verkefni var kynnt á ýmsa vegu og fengum við Listaháskólann með okkur í lið þar. Því að hvað það sem við viljum? Við viljum lifa hinu góða lífi innan ramma náttúrunnar og kannski verða vistvænar verur á nýjan leik. Ég veit ekki hvort að það orð sem við getum notað. En ég vona allan ég hafi sannfært ykkur að ein leið sé að setja meiri fókus á mat og næringu. Fæðukerfið í heild og hvernig það spilar saman við öryggi og fæðusjálfstæði náttúrulega eitthvað sem við þurfum að skoða mjög vel og hvernig við erum að menga í öðrum löndum með því hvernig við borðum. En aftur, mataræðisbreytingar eru mjög persónulegar og kjötneysla hluta sjálfsmynd okkar margra, ekki bara á Íslandi eins og sést hér.
En þegar Íslendingar eru spurðir þá eru þeir sammála því. Fæstum finnst góð hugmynd að þeir breyti sjálfur endanlegu mataræði, en eru sammála því að börn læri meira um næringu og loftslagsmál í skólanum og að niðurgreiða framleiðslu á plöntuafurðum til þeirra sem vilja fara í slíka framleiðslu, sem samsvarar þá þessum 3 línum græna á þessari mynd. Hvað er hægt að gera? Það er náttúrulega bara raunverulega aðgerðir margra aðila sem fylgt eftir á öllum stigum. Hvað getur einstaklingurinn gert, samfélagið, hið byggða umhverfi og þá ekki síst, hvað getum við gert út frá stefnumótandi aðgerðum? Og það er margt að gerast, ég sjá hérna 18. Ég ætla að kynna þetta matseðil náttúrunnar dagur sjálfbæra matagerðarlistar og þessi svona kennslu eldhús eru orðin hluti af raunveruleika margra bæði háskólastofnana og í mörgum svona samfélögum víðum heim. Móta fæðuumhverfið, eigum við að horfa meira á matarupplifunina, matargleðina, gæðið, ný íslensku matarmenning þurfum við að henni halda. Og hér til dæmis dugnaðar fólk allt land sem að vinna að félagslandbúnaði, svona takt við það sem hefur gerst á hinum Norðurlöndunum. Þannig ég held að ég taki undir mig hjarta að tími aðgerðar og samvinnu sé hérna komin og að ég hafi náð að sannfæra ykkur að þessi þrefaldi ávinningur, ljúffengan mat, sem áhrif á lýðheilsu, ónæmiskerfi þá og loftslagsmál, að það sé eitthvað sem við viljum vinna að. Takk. Kærar þakkir Bryndís fyrir mjög gott erindi, mjög fróðlegt, bæði erindin. Endilega komið með spurningar inn í spjallið. Ég er alveg viss að það séu alls konar spurningar sem að brenna á ykkur eftir þessi fróðlegu erindi, hvernig við tengjum saman loftslagsmál, loftslagsbreytingar og heilsu. Ég vil líka benda ykkur inn að spjallinu hún Ásdís samstarfskona mín búin að setja inn hlekk ef þið viljið skrá ykkur á póstlistan, þannig að endilega farið þar og skráðu ykkur inn. Þannig að endilega skrifið inn, en mér langar kannski bara að byrja á að spyrja, þetta er mjög áhugavert, til dæmis varðandi mataræðið. Nú er þetta komið inn í þessar norrænu ráðleggingar mataræði, þessi áherslu á loftslagsmál. Hvernig væri gaman að heyra aðeins meira svona umræðan í fræðasamfélaginu, bæði fræðasamfélaginu líka þegar þetta var kynnt, hvernig þessi hefur verið tekið bæði svona af stjórnvöldum og almenningi, bæði svona áskorun og líka tækifæri á að tengja þetta saman. Það væri gaman að heyra aðeins meira af því. Já. Ég held að við í fræðasamfélaginu og aftur komum við að þessum bergmálshellum fannst þetta náttúrulega frábært. Þarna höfum við enn aðra að við getum samfært fólk á enn nýjan hátt mikilvægi þess að bæta meira mataræði meira plönturíkara. En það kannski sló aðeins tilbaka og það hefur verið mikil umræða þetta og þegar þær voru kynntar því yfirleitt hafa þessar ráðleggingar kannski bara, þær alltaf þarna og þær voru notað fyrir stóreldhús en fólk var kannski ekki mikið að velta þeim fyrir sér. En þegar það komu loftslagsmálin með þá varð alveg holskefla af viðbrögðum. Auðvitað frá fólki sem á hagsmuna gæta sem ekki skrítið og þess vegna finnst mér þetta náttúrulega að vera bara umræða frá fólk sem hafa tilfinningu að það myndi missa spón úr sínum aski og það voru mikil hagsmunasamtök sem fóru í ýmiss konar aðgerðir. En það sem kannski við gerðum okkur ekki alveg grein fyrir og svona í Evrópu verið að benda á núna því þessi svona þú mátt ekki taka kjötið af mér element. Það gerðist bara út allt, í Pólandi, eftir Evrópu, á Norðurlöndunum mismikið. Fólk var misvel undirbúið, þannig að það var kannski sterkara til dæmis í Noregi heldur en í Finnlandi til dæmis. Það sem ég veit ekki, lýðheilsa hefur bara kannski verið meira í umræðinni lengur á tengt mat. En það sem ég ætla að segja að það sem er kannski nýtt í þessu og það nýjasta sem ég heyrði var svolítið að þú kannski hefur áhuga á mat og þér og þínum líkama og þinni heilsu, en þú hefur ekki endilega áhuga á loftslagsmálum. Þannig að þegar þú ferð að tala loftslagsmál í þessu samhengi, þá fer ég bara að vera pínu skeptísk. Ertu í alvörunni ennþá að hugsa mig og minn líkama, Þannig að og auðvitað þetta lýðheilsu, þetta lýðheilsa, þetta í raun ekki, svona í byrjun allavega að hugsa sem eitthvað sem
hver og einn ætti að gera en ef hópurinn stígur í þessa átt að það gætu við komist langt. Og þá að þeir sem að væri, að hópurinn sem var kannski mjög pró loftslagsmál var ekki endilega að hugsa þetta, hann var kannski miklu minni. Þannig það svona síðustu vísindagreinar sem ég sé þessa umræðu, en hún áhugaverð því að sjálfsmyndin okkar svo mikið matur og minningar og allt þetta eins og við vitum. Einmitt, takk Bryndís. Ég kannski gef þér aðeins orðið Hjalti líka og þá líka bara að tengja þetta bara heilsu bara í stærra samhengi eins og komst í þínu erindi að tækifæri áskorun að tengja þetta saman, þetta komst líka aðeins í þínu erindi svolítið. Já, þetta svolítið snúið hvernig við náum tökum á þessari umræðu og þetta kemur inn á kannski að svara við þessari athugasemd sem kemur frá Helgu þarna á spjallinu. Ég alin upp raunvísindamegin í menntaskóla og leit alltaf niður á félagsvísindin og var kennt að alvöru fólki fara á náttúrufræðibrautina og raunvísindin væru alvöru fögin en hitt væri kjaftafög. En núna ég alveg búinn að skipta skoðun á því vegna þess að ég vil meina að ef þú skilur félagsfræðina og sálfræðina og mannfræðina að þá getur þú stjórnað heiminum. Ég hef lengi sagt það í djóki að versta starfsstétt heimsins sem að eyðileggja jörðina eru auglýsingar sálfræðingar. Því að það fólki sem kann bakdyrnar inn í sálarlífið okkar, lætur okkur kaupa dót sem við þurfum ekkert á að halda, gera okkur óánægð með það sem við höfum og markaðsöflin og peningaöflin nota þetta til þess að svolítið eyðileggja jörðina og hamingjuna hjá okkur. Það náttúrulega umhverfismálin hafa verið voðalega stór en mér finnst þau hafa fallið svolítið í skugga núna af stríðsógnum, af gervigreindarógnum og lýðræðisógnum. Þannig að þau eru miklu minna heit í dag. En ég held að við sem vísindafólk þurfum að fá svolítið aðstoð frá félagssálfræðingunum og heyra þeirra sjónarmið á því hvernig við eigum að ná þessum brúm. Því að það alveg sama hvað vísindalegum niðurstöðu við fáum fram. Ef við komast ekki til ákveðna hópa þá gerist ekki neitt. Einmitt, mjög góðir punktar. Og ég ætla að lesa þessar 2 spurningar sem eru komnar inn á spjallið. Einmitt, þú komst aðeins inn á, það kemur hérna Helga Ögmundardóttir skrifar, kæra þakkir til beggja fyrirlesara, ein spurning, áhrif loftslagsbreytinga geta verið bein, til dæmis neikvæð áhrif vegna hækkandi hita, aukinna þurrka, hamfaraúrkomu, flóða, hækkandi sjávarmáls og svo framvegis. Nú og þetta með útbreiðslu sjúkdóma sem kom fram áðan. Og svo það óbeinu áhrifin sem erfitt að mæla en vel hægt að fjalla meira um. Nú ég til dæmis að hugsa kvíða og áhyggjur, sérstaklega ungs fólks vegna loftslagsbreytinga og niðurbrot sviðskerfa, útrýmingu tegunda og algjörlega óvissu framtíðar og afkomu. Eitt sem að gerast til dæmis að einhverjum ungur konur ákveða eignast ekki börn vegna neikvæðra áhrif á manneskjörnuna og náttúruna. Ungt fólk sem ég til dæmis kenni hvern vetur í námskeiðinu með loftslagsbreytingar og niðurbrot vistkerfa kvíða og áhyggjufullt. Þessu þarf að huga mér að. Hvað hafið þið þetta að segja, kæru fyrirlesarar? Þið segið. Já. Þú byrjar Bryndís. Hjalti var búin að svara þessu einmitt bara mjög vel. Ég held að það sé alveg rétt að hvernig við náum til mismunandi hópa. Því það náttúrulega bara eiginlega ákveðin fræði út af fyrir sig líka. Og það hefur náttúrulega ýmislegt hvað segir maður, það eins og annað að þá erum við kannski að skilja líka þetta betur og betur, þetta communication gap sem að hefur orðið einhverju leyti og svona traust líka á vísindum og annað. Þannig ég hef ekki svar því miður nema annað að við kannski tölum alltaf, þegar við tölum eitthvað neikvætt, þá tölum við líka alltaf lausnir. Að það sé alltaf að við séum ekki alltaf bara í eðra áttina heldur líka hérna. Að það sé og það gerum við sem ömmur og afar og í vinnunni og allstaðar. Það sé alltaf þessi jákvæðni líka til. Því að það alveg hægt, það svo margt fallegt og svo margt sem við getum gert ennþá. Þú veist, sem að við þurfum ég að reyna að temja mér til vinnunni, ég veit að mitt fólk veit það, en það líka, við þurfum að minna hvort annað á líka stundum. Einmitt. Það önnur spurning komin inn sem ég ætla að lesa frá Péti Halldórssyni. Takk fyrir kynningarnar Hjalti og Bryndís. Ég með spurningu til ykkar í tengslu við umhverfisbreytingar almennt, þar með talið loftslagsbreytingar og viðbragðsgetu samfélagsins, gegn hættum í umhverfinu, til dæmis loftmengun, smitsjúkdómum og fleiru. Á Íslandi hefur byggst upp sérstakt varnarkerfi gegn þessum hættum, það heilbrigðiseftirlitið sem hefur það hlutverk að fylgjast með umhverfisáhættuþáttum og bregðast við þeim, meðal annars með því að sjá til þess að viðunandi forvarnir séu til staðar, svo sem hreinlætisaðbúnaður og matvælaöryggi. Nú til meðferð hjá Alþingi í frumvarp sem myndi skaða verulega þetta varnarkerfi, það með því að leggja heilbrigðiseftirlitið niður í núverandi mynd og tvístra til mismunandi ríkisstofnana.
Byrjum einföld spurningu, hafið þið heyrt á þessu frumvarpi og kynnt ykkur hvað áhrif það geti haft á varnir samfélagsins gegn ýmsum umhverfishættum á borð við loftmengun og smitsjúkdóma? Nei, ég kannast ekki við þetta. Þetta eitthvað sem ég hef miklar áhyggjur af. Nú bjó ég í Bandaríkjunum í mörg ár og ég sá einhvern tímann greiningu sem komst þar í niðurstöðu að það hafði aldrei verið lýðræði í Bandaríkjunum. Vegna þess að ef þú skoðir skoðanir almennings og hvað síðan þingið samþykkti versus það sem lobbyistarnir keyptu, að þá raunverulega komist þeirra niðurstöðu að það hafði aldrei verið lýðræðið sem hefði ráðið því hvað var gert, heldur alltaf bara hagsmunaöfl. Ég held að við höfum mörg séð svona fingrafar hagsmunaafla á þessu að gera hlutina ekki í þágu fólks og almennings, heldur í þágu ákveðinna hagsmunaaðila. Ég hef áhyggjur af því að þetta sama væri að gerast ef það að leggja niður heilbrigðiseftirlitið, því ef eitthvað þá hefði hún vilja bara stórefla það, sko. Ég hafði heyrt af þessu utan af mér en ég hef ekki farið og lesið frumvarpið en ég veit að fólk hefur miklar áhyggjur og ég alveg sammála Hjalta, ég hefði alltaf viljað sjá okkur stórefla þessa þætti vegna þess að bara í fyrradag var nú bara vísindagrein hvað var það, lungnakrabbamein, þar sem kom í ljós að þeir sem borðuðu mest ávöxtum og grænmeti hefðu meir og það var hefðu aðeins aukin áhætta og var það tengt á varnarefnum og öðru slíku. Þannig það þáttur sem að leið að tala mat og næring og góða hluti, það þarftu alltaf að horfa á myndina segja með. Það þarf að vera fylgjast með öllum þessum þáttum líka. En ég hef ekki lausn við þessu. Nú fer ég að lesa þetta og kynna mér þetta. Svo takk fyrir að koma þessu hingað inn. Absolutt. Takk fyrir það. Þannig ég hvet ykkur eindregið að setja fleiri spurningar en ég sé að Elín Vigdís og Elva Rakel eru búin að rétta upp hönd. Elín Vigdís, þú með spurningu? Heyrist ekki í þér? Þetta líka. Það heyrist ekki í þér, getur líka sett spurninguna þá í spjallið ef að. Byrjum kannski Elva Rakel og kannski komum að þér á eftir Elín. Já, hæ. Elva heiti ég, framkvæmdastjóri Festu. Mér langaði bara rétt áður en ég kem með mína spurningu að segja ekki það að ég þekki þetta frumvarp sem Pétur er að vísa í, ekkert sérstaklega vel, en ég veit þó allavega að pælingin með þessu akkúrat að reyna að efla heilbrigðiseftirlitið, ekki að leggja það niður. Þannig að verkefnin verða ekkert lögð niður, heldur þau eru færð innan stjórnsýslunnar til í rauninni ríkisstofnana í staðinn fyrir að hafa þau sem svona sjálfstæða einingu undir sveitarfélögunum vegna þess að sveitarfélögin hafa náttúrulega haft lítið bolmagn til að reka heilbrigðiseftirlitið hingað til, hvort síðan hefði átt að efla bara það sem það var. Eða hvað er rétt að færa það, ég hef enga skoðun á því. Ég vildi bara taka fram að það er ekki verið að leggja niður verkefni heilbrigðiseftirlitsins svona einum hætti, það er bara verið að færa það til. Ég sé að Pétur er búin að þetta, það leiðir til mig það bara að ég er að fara með fleipur. En mín pæling var þessi að nú er karlfaðir minn læknir og ég hef mikið svona alist upp við það að læknar eru mjög sjálfsgagnrýnir og þeir fara mjög varlega fram í sínum yfirlýsingum yfirleitt. Og þannig ég velti fyrir mér núna þegar þessi umræða svolítið svona koma upp tenginguna á milli í rauninni heilbrigðismála og loftslagsmála, þar sem að við sjáum það öll og þið eru búin að nefna það, það kemur þessi svona ofsalega mikla slagsíða í umræðunum leið og loftslagsmálin er nefnt. Þetta að valda einhvers konar svona gagnrýni eða jafnvel andspyrnu innan læknasamfélagsins eða vísindasamfélagsins á þá sem að taka þátt í umræðinu, finni þið fyrir því að þetta er kannski svolítið svona öllum finnst þetta ekkert frábært, líka innan ykkar geira. Þannig að þetta var spurningu nummer 1 og svo hinn spurningin, sorry, Hafdís, ég ætla að misnota mér að spyrja 2 spurningar, í rauninni samspilið á milli heilbrigðis aðgerða og í rauninni aðlögunar aðgerða. Það er að segja að skipuleggja samfélagi þannig að þegar það verða loftslagsaðgerðir koma í rauninni raungerast og koma í ljós, að þá sé heilbrigðiskerfið okkar meira tilbúið og undirbúið til þess að grípa þá inn í það sem þarf, á hvaða vettvangi sem það er og bara samanber það sem Helga var að nefna áðan til að mynda að rannsóknir sýna að þegar það verða loftslagsatburðir, segjum bara
þú veist, hvað ég að segja, skriðuföll eða eitthvað sem gerist sem hefur mikil áhrif á samfélag, þá aukin þörf á geðheilsuúrræðum nokkrum vikum síðar og þetta væri hægt að undirbúa sig undir og eins og auki fjármagn í og skipuleggja fram í tímann. Þannig ég var bara svona velta að byrja hvort það væri svona að koma inn í umræðuna að ykkar mati líka hvort það hefur heyrt það. Takk. Takk, Elva. Já, takk fyrir þessar spurningar. Varðandi fyrir spurninguna þá gerði ég og Ragna Benedikta Garðarsdóttir og Halldóra Jónsdóttir geðlæknir könnun meðal íslenskra lækna hérna fyrir 5 árum síðan þar sem við spurðum þau álit þeirra og skoðun á umhverfismálum og það var svolítið fróðlegt að við skoðum hérna til dæmis hversu margir læknar hafa skilið það að að hamfarahlýnun jarðar sé aðallega eða algjörlega mannavöldum að þá voru læknar betur upplýstir en almenningur. En hérna það mín skoðun sem kannski einhverjum finnst hrokafull að segja að þetta bara rangt svar hjá 10% lækna að segja að þetta sé jafn mikið af völdum náttúrunnar og mannavöldum. Þannig að læknastéttin stór og fjölbreytt og það alls konar fólk hann inni og það eru til loftslagsafneitarar og rasistar og alls konar fólk í læknastéttinni því miður. En ég hef ekki orðið fyrir einelti eða aðkasti þó ég hefi reynt að vera svolítið berorður og benda fólki af alvöru á þeirra mikla hættu sem á þessum málum. Nú varðandi viðbragðsgetu heilbrigðiskerfisins þá ég staðan núna þegar ég skoðaði í morgun hérna bráðamóttökunni að við erum með 35 innlagða sjúklinga á 36 rúma deild og meðal rúmanýting á Landspítalanum síðasta árið hefur verið 110%. Þannig að við höfum minna en ekkert svigrúm raunverulega eins og en hins vegar hefur nú blessunarlega Íslendinga verið svona samtaka og haft áfalla þol, hvort sem Vestmannaeyjagos eða eldsumbrot á Reykjanesskaga, þá hefur þetta verið leyst. En það alveg rétt, við erum alls ekki nógu vel undirbúin, en bæði út af þessum loftslags- og umhverfismálum og sömuleiðis líka stríðsógninni, þá verið að vinna verulega mikla heimavinnu líka í heilbrigðiskerfinu það hvernig við ætlum að bregðast við ógnum sem að geta komið upp. Þannig að við erum alla að vinna minna reyningar hérna á bráðamóttökunni erum við búin að afmarka hóp sem að reyna að skipuleggja sig betur en það þarf alltaf að gera betur í þessum málaflokki hins vegar Já, Bryndís, vilt þú koma inn á þetta? Nei, þú þekkir náttúrulega betur til Hjalti þarna en ég held að varðandi það hvort að í mínu fagi að þá er nú svolítið umhverfismálin kannski fólk meira sammála, ég held að fólk sem meira rífast þessa skilgreiningu á gjörinu matvælum innan fagsins, þannig að það nú ég held að allavega það sem ég hef heyrt, en auðvitað eru mismunandi hópar sem að hafa mismunandi skoðanir og það er eitthvað sem við þurfum að eiga samtal absolutt. Takk. Elvíti, þú ert búin að finna takkan, ekki? Já, þakka ykkur fyrir fróðlega fyrirlestra. Ég er nú ekki úr þessu fræðasamfélagi sem ég held að þið séu flesti, en búin að vera starfandi grunnskólakennslukona í 30-40 ár. Og það sem sagt hef mikinn áhuga á málefninu og þakka ykkur fyrir kærlega og þér Helga fyrir að tala kvíða barnanna og unglinga gagnvart þessum málum. Það sem mig langar að minnast á og þið hefur eiginlega bæði snert á því Hjalti og Bryndís og það ilmefnanotkunin í öllu mögulegu og ómögulegu í samfélaginu sem að skapa mjög erfið lífsskilyrði fyrir marga og alltaf fleiri og tengist líka til varnarefnum í matvælum, tengist því hvernig fólki líður. Það eru margir sem hafa óþol fyrir ilmefnum sem hafa lent í myglu en það er líka fullt af öðru fólki sem ég held að sé að verða eitthvað svona mettun á þessu og þetta er svo mikið eiturefni og þetta er oft hormónuraskandi efni og það sem að mér finnst til dæmis mjög óhugulegt er að fara og kaupa mér lífrænt ræktað grænmeti sem er ágandi og sápulegt þegar ég kem heim úr búðinni af því að þetta er út út og þetta er svolítið svona eitthvað sem mér finnst vanta oft inn í umræðina og það er til félagsskapur sem heitir Samtök umhverfisveikindi. Þar eru fólk með fullt af rannsóknum þetta og mér finnst það mætti koma meira með þetta inn í þetta vegna þess að
við viljum vera í náttúrunni, borða hollt, en það koma svona hlutir og vinna eiginlega gegn því. Og bara, ég veit ekki hvað þið segið þetta, því ég tel að þetta sé það sama og þú ert að tala Hjalti. Kapítalisminn hefur sínar aðferðir til það, þessi gróðahyggja, að fá fólk til að trúa því að það sé ekki hreint nema það sé sápulykt, eða einhver ilmefnalykt. Og það er sama eiginlega með þessi gjörunni matvæli. Ég er kannski aðeins að ská inn í umræðina, en ég tel að þessi stór hluti af öllu þessu máli með umhverfið okkar sem að verða eitraðra og eitraðra og eitraðra. Og svo þakka ég kærlega fyrir. Takk Elín, kannski bara örsnögt, við erum komin yfir tímann, svo ætla ekki að Pétri aðeins orði bara örsnögt til ekki lokin, en viljið bregðast þessu Hjalti og Bryndís? Bara algjörlega að þetta skiptir máli að hafa eftirlit og að hlutinni séu notaðir rétt og við fylgjumst með hvað er notað og ég er alveg sammála að þetta er líka hluti af þessu máli og er líka hluti í nýju Landsrétt var þetta komið inn sem mikilvæg hluti bara svo. Ég held að ég tjá mig ekki þetta sem einfaldur bráðalæknir. Ég kann ekki mikið af þessari efnafræði, þannig að ég held að Bryndís hafi bara svarað þessu nóg fyrir okkar hönd, Þetta hljómar skynsamlega eins og þar. Takk fyrir það. Pétur, örsnögt við lokin. Hvað sem þú vilt? Takk, og ég bara til að leiðrétta, ef ég leyfi mér að segja kannski það sem Elva Rakel vísar í, því þetta hefur vissulega verið kynnt með þessum hætti, þótt ég held að það sé kannski meira bara vanþekking og kunnátta hjá ráðuneytinu heldur en kannski einhver beinlínis falsupplýsingar og ferðartökuturum, en þið sjáu kannski, ég veit ekki hvort það sjást vel til dæmis kort fyrir aftan mig sem af vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Við vitum öll hvað öruggt drykkjarvatn skiptir miklu máli og þetta er svona eitt lítið dæmi viðfangsefni heilbrigðiseftirlitsins sem er bæði matvælamál, þetta er náttúrulega neysluvatn matvæli og umhverfismál, því þarna er búið að setja samþykkt hjá heilbrigðiseftirlitinu til að verja náttúrulega gegn umhverfismengun á svæðinu og svo framvegis. Og þetta er eitt dæmi það, þú flytur þetta verkefni frá í rauninni einni stofnun sem að vissulega er svæðisskipt á landinu til annars vegar matvælastofnunar sem að pælir ekkert í umhverfismálum, þau eru bara með matvæli, svo eru umhverfisstofnun sem pælir bara í umhverfismálum og mengun en veit ekkert matvæli. Þá falla svona hlutir milli skips og bryggju og til dæmis myndi í rauninni núverandi samþykktum vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu bara falla úr gildi með þessu frumvarpi, hvað þá að þessar stofnanir væru með burðina til þess að halda áfram svona samræmdu og samstiltu verklagi, því að umhverfishætturnar eru alls konar, hvort sem eru matvæli eða mengun og fleira og þeir sem kannski eru meira inn í geiranum og ég starfa við heilbrigðiseftirlit, þá er að staðreynd að þessar tvær ríkisstofnanir sem heyra undir sitthvort ráðuneytið ætla sér hvorki né vilja samræma sig sín á milli. Þannig að það er því miður ekki sagt að þetta muni bæta kerfið þótt að það sé auðvitað yfirlýst markmið. Takk Pétur. Takk. Nú erum við aðeins komin yfir tímann, en takk kærlega Hjalti og Bryndís og takk fyrir þessar góðu umræður, bæði þeir sem settu í spjallið og þeir sem hafa komið fram í mynd. Og það kemur hjá henni Jóhönnu Eyrúnu Torradóttur, hún er búin að skrifa í spjallið. Takk fyrir góð erindi, við láta vita að yfir vetrarmánuðinn er heilbrigðisvísindasviðið í samstarfi við Landspítalann með málþing fyrir almenning einu sinni í mánuði heilsutengt málefni og heitir fundaröðin Heilsan okkar. Hér höfum við tækifæri til að fræða og ræða líka lausnir og með hlekk það. Og svo hvetjum við ykkur líka aftur til þess að skrá ykkur á póstlistan okkar. Og þetta er einmitt eins og ég nefndi áðan síðasti viðburðurinn fyrir sumarfrí, en við byrjum svo aftur galveski í haust. Þannig að bara takk kærlega fyrir góða þátttöku og gott spjall. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk sömuleiðis.